a lot, bitch. Ha! Smooth criminal, Mike Jack. And I still like to toe the 4-5 like Mike back. Pull that tech out just to make a statement. He gon' need a body bag or a nice sack. He a bitch, he a fold under pressure. I can tell from his posture, man, he ain't really like that. Mama told me I don't care if you scared. Go in for the kill. If they try, you better fight back. We'll beat his ass if he try to throw the folks up. What's all that shit you was saying like you was so tough? They gon' have to carry your mans if he approach us. Creeping in that glizzy of bland when we get close up. Rich ass gangster, my gun match the color of my cop. Any sudden movement in this bitch gon' fuck. Jæja, Grímur. Hvað fokkan að gera hann? Kristján eða Petra? Petra? Kristján eða Petra? Petra? Kristján eða Petra? Petra! Með sundina, aftaka helgina, drekk burt og glöðina með flösku af rommi sem var sendingar. Ef að þið fellaðir eru ennþá hellaðir og fokkin hellaðir fyrir annan til að hella mig. Vinna skip og það drikja, törri og rappjó, það getur ekki klikka. Má þess að tipsa, plagsrock byggja, þegar ég rippa, mæk og stripstað. Havana, klaki og live, nefn bjekla hæ, ég allt og live, ég allt og fly fyrir þessu fokkin ræ. Þegar ég stekk út í kráti með þráðlösa næ. Ég með 2 pók í vörunni, Rómeó og Júlíetta í skoltinum. Havana Club barrel brú í kverkanum, 2 homie á kantinum, 10 hal á leiðinni og það eru frængur á pungnum. Og hérna 1918 þá eru vopnahlés skilmálar undirritaðir. Já. Getið þið frá hendur við? Já, þessu þetta. Og minnendið er basically búið að gefast þér. Vá, hvað ég er spennt að fara litla. Nei. Er litla lokka? Ha? Nei! Nei! Gaur, er þetta ekki bara þarna? Yes, bara gulvið fanga. Ok. Það voru komnir. Takk fyrir maður. Gangi vel með gælinni? Takk sem leiðis. Sömuleiðis? Sem leiðis. Hæ. Hæ. Ok. Sofnir? Já, hæ. Kennari. Jóhannes. Ha, hvað sagðirðu? Að byrja ha? Hvað er ég að heyra þér? Bara. I have a question. It's for my school. Is it okay? Like there's a camera over there. Okay. So the question is, boobs or ass? Boobs. Boobs, why? Yes. I like it. You like boobs? Yes. Okay. And ass. What? And ass. An ass, you like ass? Yeah, I like ass too. It's very good. Okay. Vá, hvað ég söng. Fuck! Au! Gabriel, er peysan að komna? Nei. Á. Nei, Gabriel, blessaður. Ég var að velta þig fyrir mér. Eru peysunar komnar?
Nei. Af hverju þið fáið peysu? Af því ég er fokkin málfó, ég er miklu betri en þið. Þið verðið að skilja. Við fáum alltaf peysuna undan ykkur. Ok. Okk maður. Jó, kaffi! Nei! Það er ekkert fokkin tilbúnar! Skal það vera hlunna? Það er þetta alveg til í hlunna, sko. Já. Nú er komið að auglýsingum. Global clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. When we make better, we can buy better. And when we buy better, we can wear longer. When we wear longer, we can buy less. When we buy less, we can waste less. And when we waste less, we can change for good. Hæ. Hæ, ég heiti Hekla og er forseti Kvennó. Verið velkomin á Ársatíð Kvennó. Hæ, ég heiti Hekla og er forseti Kvennó. Verið velkomin á Ársatíðina. Skemmtu ykkur fallega og hafið gaman. Ekki sýna kennarum hvað það er full og ég sætt. Komið sæl og verið velkomin í þáttinn. Hér hjá mér er betri vídeónefndin, Klisjan, og við ætlum að fara hérna yfir nokkur af þeim helstu málum sem hafa verið í gangi í skólanum í vetur. Ekki bara skella okkur í þessa atburðarás eins og hún kom fyrir. Þá bara vindum við okkur í þetta. Við byrjum í ágúst. Í ágúst byrjaði auðvitað skólinn og nýir nemendur komu ferskir inn, en annars gerðist ekki mikið meira. Í september kom hins vegar upp nýtt skemmtilegt atvik því Gulli gubbaði yfir sig í matsalnum. Hann var nýbúinn að fá sér 4 snitsel og 1 pastabakka og svo bara bam, frekar vandræðilegt. Í september fengu nýnemar og auðvitað annað ár líka loks nýnemaferð og á engan annan stað en Akranes og þar var heldur betur fjör. Október bar gleðifréttir því þá var loksins ball og allir fengu að skemmta sér konunglega í froðunni eins og kóngarnir sem þið eruð. Svo var auðvitað Kvennó MH-vikan í nóvember sem var frábær og Kvennó vann væntanlega í öllu nema Morfís. Kvennó peysurnar komu samt ekki. Í desember var ekki beint kósí stemning eins og á að vera en þá voru nemendur Kvennaskólans að bugast í Perlunni eða á Þjóðbó að læra fyrir lokapróf en hei, komu samt teppi í litla Kvennó. Í janúar komu loks peysurnar heittelskuðu en ekkert meira fréttnæmt gerðist í þessu mánuði nema það að ákveðin kvenskælingur náði einhvern veginn að keppa fyrir F-MOS í Gettu betur. Í febrúar var glens og gaman þegar að söngvakeppnin Rimja átti sér stað á ágætum 50 degi eftir vel heppnaða og skemmtilega tjarnadaga. En í kvöld hjá ykkur, kæru kvenskælingar, er árshátíð og ball. Skemmtið ykkur vel og fallega. Verið bless. Já, var þetta ekki bara eins og þetta átt að vera? Ok, geggjað. Geggjað. Það tekur okkur svona 20 tries að reyna að